En það Arna Rún og Linda og Ragnheiður og Sigrún ætla að tala það háaktuála efni akstur og aldraðir. Gjörðu svo vel. Góðan dag, það ég sem Arna Rún og ég ætla að byrja. Og við vildum gjarnan ná að hafa smá tíma í lokin fyrir umræður, viljum gjarnan fá punkta frá ykkur, þannig að við bara hjólum í þetta. Það ekki að byrja nokkuð fyrirlestur sem kemur eitthvað umfjöllun aldrað fólk, kannski að sýna þessa spá, Hagstofu. Og við sjáum spána í svona núna, 2017 og svo hvernig hlutinni getur litið út 2066. Og það athyglisvert að hægra megin sem sagt hlutfall þeirra sem eru eldri en 65 og eldri en 85 og þið sjáu að mesta fjölgun verður í hjá þessum elstu einstaklingum. Forsaga þess að við hófum þessa vinnu, sem sagt ég og Ragnheiður sem að báðar unnum á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi þegar við fengum okkar sérnám, eða vorum í okkar sérnámi, þá kynntust við þessari einingu sem heitir Trafikmedicínskt centrum. Og við unnum ekki þar, en þessi stofnun tengdist, þessi eining tengdist deildinni sem við unnum á. Og maður vísaði oft fólki af göngudeild í nánara mat hjá þessari einingu, sem við höfum seinna kynnt okkur betur. Og þarna starfa læknir, sálfræðingur og iðjuþjálfar. Og það í rauninni ekkert sambærilegt batteri á Íslandi, en við höfum lengi skynjað þörfina fyrir eitthvað svona. Og ég áður búin að vinnast á fjölgun aldraðra og þá það auðvitað þannig að tíðni heilabilunarssjúkdóma að hún eykst með hækkandi aldri. Ökumatið hingað til, Linda Aðalsteinsdóttir iðjuþjálfi fer nánar í það, en við höfum ekki haft samræmt verklag. Við höfum mikið talað saman, við vinnum náttúrulega þannig á Kristnesspítala þar sem að Linda og Sigrún eru mikið og Ragnheiður líka að hluta og við tölum saman erfið málum, við höfum ekki gert á formlegan hátt. Og tilvísanir hafa oft í rauninni komið frá okkur sjálfum, mér og Ragnheiður á göngudeild, hafa komið frá læknum sem að vinna á Kristnesspítala, fólk sem í endurhæfingu af einhverjum ástæðum sem vísað í ökumann. En auðvitað líka úr heilsugæslu og hafa líka komið frá sýslumanni í gegnum framkvæmdastjóra lækninga, þannig að það hafa komið ýmsar leiðir. Við höfum skynjað þörf fyrir samræmt verklag og þörf var reynda svona bara þverfaglegu teymi sem að sér akstursmat í völdum tilfellum. Og þetta rauninni þessi starfshópur sem hefur verið að vinna núna í nokkuð tíma við 4. Þetta ekki eitthvað sem við þurfum að fara yfir í einhverjum smáatriðum, þetta hlutir sem allir vita, allir þekkja og þetta eru góð atriði til þess að ræða þegar maður á göngudeild eða í heilsugæslu við fólk. Jú, en sjáðu nú til að þú veist að þetta gerist og hitt gerist og þá nú eðlilegt að við förum að huga að því hvenær sé rétt að láta af akstri. Þetta ekkert sjúklegt, þetta bara það sem gerist hjá okkur öllum. En síðan gott að benda á það sem áður hefur verið gert og það hafa verið unnar ýmsar skýrslur sem eru aðgengilegar á veg Vegagerðarinnar. Það vinna sem í gangi hjá Samgöngustofu sem lítur að þróun vottors og Ragnheiður mun koma betur inn á, en það tvennt sem ég vildi vekja athygli á í samantekt úr einni af skýrslunum sem fjallar aldraða ökumenn. Og það þetta, yfirleitt hagræða eldri ökumenn akstursvenjum sínum eftir líkamlegri og andlegri getu. Og þetta auðvitað langoftast svona. Fólk segir manni kannski þegar maður spyrir, ertu að keyra ennþá, segir maður svona bara svona í forbifarten sko. Og þá segir viðkomandi, já, nei, ég hætti nú í fyrra, frænka mín lenti nú í óhappi og ég hugsaði með mér það bara komið að þessu. Þetta oftast svona. Og við erum ekki að búa til eitthvað kerfi, eitthvað ferli sem allir að fara í gegnum, einmitt alls ekki. Það sem við erum kannski að glíma við þegar að fólk ofmetur sína eigin færni til aksturs. Og síðan má auðvitað nota tækifæri, bæði heilsugæslu og eins bara sérfræðingar á stofu, að svona ræða þessi mál, koma inn á þessi mál. Nú. Svo stendur þarna í þessari skýrslu sem samin 2007 að samt gott fyrir þennan hóp, svo sem alla aðra, að hafa viðmiðanir og hæfnismat til aðstoðar við ákvarðanir lúta af akstrinum.
Þannig greining, stundum með tilheyrandi ökuprófum, hefur verið tekin upp í sömu nágrannalöndum okkar og vonandi munu íslensk stjórnvöld einnig vinna að því að koma henni á í náinni framtíð. Síðan eru liðin 10 ár og það hefur verið unnið svo sem en ómarkvisst og í rauninni ekkert komið út úr því beinlínis praktískt. Aldraðir ökumenn hafa reynslu af akstri og þetta eru rök sem ég heyri stundum hjá einstaklingi sem er ekki alveg spenntur fyrir því að hætta að keyra. Ég hef nú 60 ára reynslu og það hefur ekkert komið fyrir. En þá er nú þessi staðreynd líka að slysum fjölga hlutfallslega meira hjá öldruðum ökumönnum og þeir fara vel út úr þeim. Þetta eru oftar banaslys og þeir látast oftar heldur en þeir sem yngri eru. Þetta eru viðkvæmari aldurshópur. Og þessi mynd segir þetta raunverulega. Þetta mynd frá Bandaríkjunum, þetta er svona smart sko, þetta eru háar tölur sem liggja þarna baki. Það eru til svona tölur í íslenska, en myndin verður kannski ekki alveg svona elegant sko. Og þarna sjáu þið í rauninni banaslys á ekna vegalengd í mílum í Bandaríkjunum. Þið sjáu, ef þið bara hafið í huga að þeir sem eru að keyra 85+ eru náttúrulega hlutfallslega miklu færri. En tíðni banaslýsa hjá þeim með við hvað þeir keyra mikið svona miklu hærri. Þannig að þetta er verkefni sem við þurfum að taka föstum tökum. Hvaða lagarammi það sem við erum að vinna innan? Og það er náttúrulega umferðarlögin og á okkar mati þá eru þau nú svona frekar gising hvað þetta varðar, sjálf lögin, lagatextin. En vissulega stendur þarna, maður þarf að heyra og sjá nægilega vel og öðru leyti vera nægilega hæfur andlega og líkamlega. Og síðan eru fleiri atriði sem við komum síðar að í vottorðinu sjálfu sem fyllt út. Það sem að kannski gefur okkur skýrari svona verklagsreglur og ramma reglugerð ökuskírteini sem kom út árið 2011 og í rauninni þörf á því að allir læknar þekki og kynni sér. Þarna nánar kveðið á svona almennt lágmarksskilyrði og líkamlegt heilbrigði til þess að geta stjórnað ökutæki örugglega. Og þarna kemur til dæmis þetta með að þú þurfir læknisvottorð eftir 65 ára aldur. Sýslumaður, hann getur kannað til dæmis upplýsingar frá lögreglu eftir umferðarslys eða óhapp ástæða til þess að kanna þetta betur og sýslumaður getur þess að óskað eftir því frá lækni að fá læknisvottorð eða jafnvel nánari rannsókn á ökufærni viðkomandi. Síðan kemur viðauki 3 og það hann sem að snýr fyrst og fremst að okkur og eru reglurnar sem að við erum að styðjast við. Hann býsna viðamikill. Hann alveg 7 blaðsíður í litlu letri. Þarna samt á köflum óskýrt orðalag. Til dæmis umsækjanda skal gert að fara í læknisskoðun ef í ljós kemur þegar verið að ganga frá nauðsynlegum formsatriðum í tengslu við útgáfu ökuskírteinis eða í prófum sem þeir taka að hæfni þeirra skert af einni eða fleiri læknisfræðilegum ástæðum sem tilgreindar eru í þessum viðauka. Og þarna eru bara býsna margar sérgreinar sem rætt Ég ætla ekki að fara neitt yfir það, við náum því ekki, en ég vil benda samt á til dæmis varðandi taugasjúkdóma að segjum sem svo einhverju haldin Parkinsons sjúkdómi að þá getur verið skynsamlegt að fá raunverulega vottorð frá lækni sem að virkilega þekkir þann sjúkdómi ef hann aðal vandamálið, hvert álit þess læknis á ökufærni viðkomandi. Það sem ég vildi hnykkja á, og þetta mín síðasta glæra, í rauninni okkar vandamál felst í því að þó að þetta sé mikill texti, þá eru leiðbeiningarnar ekki skýrar, ég verð nú samt að fá að lesa þetta Viðkomandi má ekki vera haldinn alvarlegum hegðunarvandamálum vegna öldrunar eða persónuleikatruflunum sem valda skort á dómgreind eða samskipta á aðlögunarhæfni nema umsóknin sé studd áliti þar til bærs læknis og ef þurfa þykir á reglubundnu eftirliti læknis. Þetta virðist skýrt, en í rauninni maður hugsar hvaða einkenni verið að tala hversu alvarleg þurfa þau að vera og hvernig getum við metið þetta á faglegan hátt, á hlutlausan og réttlátan hátt og það það sem að vinnan okkar hefur snúist þessa vinnuhóps. Ég veit ekki. Takk. Ég heiti sem Linda og er iðjuþjálfi og ég ásamt ökukenna gerum þetta verklega ökumat. Ég ætla að segja ykkur svona aðeins frá því.
Eins og staðan hefur verið hingað, eins og Arna sagði, þá eru þessar beiðnir að berast frá heimilislæknum eða öldrunarlæknum. Og það hefur verið mjög misjafnt hvernig beiðnirnar hafa litið út. Stundum hefur vantað heilmargar upplýsingar á beiðnina, bara svona fyrir okkur til að undirbúa okkur fyrir þetta verklega mat. Eins og bara akstursögu eða hvort það hafi verið gerð einhver próf eða hvernig sjúkrasaga lítur út, því að stundum stendur líka takmarkað inni í sögunni, þannig að maður getur stundum ekki grætt mikið á henni heldur. Þannig að þetta hefur oft verið svona erfitt, já, að fara í svona verklegt ökupróf þegar maður veit í rauninni lítið annað en hvað viðkomandi heitir og hvað hann er gamall. Og kannski stendur á beiðninni að vegna öldrunar. Það getur náttúrulega verið svo margt. Þannig að þetta okkur hefur fundist vera dálítið skortur á þessu. Nú, við vinnum með ökukennara að gerð þessa verklegu ökumats. Og við förum yfirleitt, hingað til höfum við farið á bíl skjólstæðings vegna þess að ökukennarar eru með beinskiptabifreiðar. Og þetta fullorðna fólk, það hefur kannski ekki keyrt beinskiptabifreið í áratugi. Þannig að okkur hefur fundist kannski dálítið ósanngjarnt að setja fólk fyrir framan stýrið á beinskiptabifreið og fara svo að gera mat. Þannig að við höfum verið svona sveigjanleg í þessu að fara á sjálfskipta bíl viðkomandi. En núna undanfarið svona 2 ár það hafa orðið dálítið svona breytingar á þessu því að við höfum svona oft komið tilbaka úr þessu mati og svona bara guðsjálófa ég er á lífi. Það hefur svona ýmislegt komið upp á og ökukennarinn getur ekki gripið eins mikið inn í því að hann er ekki á ökukennarabílum. Þannig að ég ræddi við Ingvar yfirlæknir hvort við getum bara sett okkur það reglur að fara bara alltaf á bíl ökukennara þó þetta væri kannski ósanngjarnt fyrir viðkomandi. Þannig að það var niðurstaðan, við bara svona til að halda okkar heilsu starfsfólksins, þá förum við á bíl ökukennara. En það eru blikur á lofti því að ökukennari sem við erum í samstarfi við, hún Sigríður Garðarsdóttir, hún var að festa kaup á ökukennarabifreið sem er sjálfskipt. Þannig að sem betur fer getum við farið að bjóða fólki þá að fara á slíkri bifreið í ökumat. Þannig að það eru mjög góða fréttir. En við erum ekki bara að gera eitthvað þegar við förum í ökumat, við keyrum ekki bara í 1 klukkutíma, heldur erum við að fara eftir gátlista. Og ég ætla að sýna ykkur þennan gátlista til að svona sjá hvað við erum að fylgjast með. Þið sjá þetta kannski ekkert voðalega skýrt, en hann lítur svona út þessi gátlisti. Og ég ætla að segja ykkur svona aðeins hvernig hann kom til, en fyrir sem sagt árið 1998, það voru yfirþjálfar ekki að fara eftir neinum sérstökum gátlista þegar var verið að gera ökumat. En það voru 2 yfirþjálfar sem fóru á heimsþing yfirþjálfa í Kanada árið 1998 og kynntust þá sem sagt hvernig þetta er gert í öðrum löndum og það væri til gátlisti til að fara eftir, til að vera ekki bara að meta bara eitthvað. Og þessi 2 yfirþjálfar, þeir unnu að þessum gátlista í framhaldi og kynntu sér upplýsingar frá endurhæfingarstofnunum í Norður-Ameríku og í Ástralíu. Og í samvinnu við ökukennara þá var þessi gátlisti til og hann kom út árið 2004 og þetta er svona handbók sem við höfum svona til að fara eftir. Og í þessari handbók eru mismunandi þættir, þið sjáu kannski, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta sem er svartletað, það er sem sagt almenn aðgátt og svo er það aksturinn sjálfur, eins og að velja akrein og fara í hringtorg og stefnuljós og allt þetta. Og svo kemur hann að samhæfing, framkvæmdaþátt og verkefni sem eru einmitt þessi viðbrögð og úrvinnsla, fyrirmæli og annað. Og þá gefum við stig eftir því og það er sem sagt þetta er 2 stig sem þýðir framkvæmir, 1 stig framkvæmir eftir leiðsögn og svo ekkert stig fyrir framkvæmir ekki. Þannig að það kemur svona heildarstigagjöf út úr þessu öllu saman. Og það er ekki, vægi stigana er mismunandi innan hverja þátta, sem sagt aðal þátta, þannig að eins og til dæmis ef við gefum dæmi, það er mest hægt að fá 52 stig sem hæstu stigin, en ef þú farir milli 40 og 52 þá ertu hæfur til að aka og svo 30 og 50-39 hæfur til að aka en þarf þjálfun og svo 34 stig eða minna óhæfur til að aka. Þannig að þetta, í rauninni fyrir ökumat, það er bara fram þannig við keyrum í klukkutíma og ökukennari stýrir leiðinni þannig að það mun reyna þessa þætti, hann er líka meðvitaður þennan gátlista náttúrulega.
Og við látum reyna alla þessa þætti eins og hægt í umferðinni. Og svo í lokin þá förum við yfir, ég og ökukennarar förum yfir okkar upplifun á þessum tíma og hvernig við höfum metið þessa þætti og skrifum svo bara undir þegar við erum búin að fá okkar sameiginlega mat út úr þessu. Og svo gerð skýrsla sjálfsögðu og sett inn í sögukerfið og við tökum fram hvernig akstursskilyrði voru og á hvaða bifreið við vorum og allt slíkt og hvaða stig kom út úr þessu. En það eins og ég var að segja ykkur, það mismunandi kröfugerðir til stigagjafar. Eins og til dæmis með almenna aðgátt, þá í lagi að fá 0 stig í sumum þáttum þar undir. En undir akstri til dæmis nauðsynlegt að fá 2 stig fyrir þættina akstur og akreinum og beygja til vinstri. Þannig að þetta svona mismunandi vægi innan hvers og eins. Og þá hefur maður þessa fínu handbók til að fara eftir til að klára að meta þetta. Já, þannig fer nú ökumati fram. Sæl, Ragnar heiti ég og öldrunarlæknir eins og Arna. Ég ætla aðeins að halda áfram. Hvað höfum við verið að gera hingað til? Þetta vottorðið, þetta birt með góðu leyfi Guðrúnar Dóru Clark sem bjó til eigið vottorð. Það sem þú þarft hingað til í vottorðinu einungis sjón og hvort þú ert litblindur, heyri mættmáli í 4 metra fjarlægð, útlimir og limaburðir séu eðlilegur og þú ert ekki flogaveikur og ekki vanur að fá aðsvif. Ef þið sáu reglugerðina á hann sem Arna var að fara yfir, þá ekki stafkrókur þarna andlega hæfni. Ekki eitt kassi til að haka í hvort að viðkomandi sem geðsjúkdóm eða byrjandi heilabilun. Nú, við settum okkur í samband við landlæknisembættið og samkvæmt munnlegum upplýsingum þaðan verið að þýða og útbúa, allavega verið að skoða það að þýða nýtt vottorð sem skandinavísku fyrirmynd. Og danska vottorðið það sem ég skilst að hafi verið það sem hefur haft vinningin og það enn í vinnslu og það líkur hérna á þetta danska vottorð og við höfum að skoða það og það mikið ítarlegra heldur en íslenska vottorðið og það tekur til dæmis á alls konar langvinnum sjúkdómum sem geta truflað eins og vitræna getu, geðsjúkdóma, sykursýki, nýrnabilun og fleiri sjúkdóma og til dæmis þarna skylda í þessu prófi að gera klukkupróf á öllum 70 ára og eldri sem endurnýja ökuskírteini. Nú af hverju klukkupróf? Ég skal koma aðeins betur að því á eftir. En hvað gera aðrar þjóðir? Það eins og Arna nefndi, það Traffic Medicine Centrum í Stokkhólmi. Þar þangað hægt að vísa fólki og þeir taka fyrst og fremst heilabilun, strók og taugasjúkdóma til að meta. Bretarnir eru búin að leggjast í töluverða vinnu líka og þar tilkynningaskylt til eins og þá að við myndum tilkynna hér til sýslumanns leið og einhver fær greininguna vitræn skerðing. Og þó þessi væg vitræn skerðing þá það samt tilkynnt til sýslumanns og það gera Bretar. Og þeir hafa líka verið að gera og það eru til fjölda rannsóknir sem sýna að það hægt að setja saman pakka af prófum sem gerð bara á stofu hjá taugasálfræðingi og lækni sem talin vera mjög næm til þess að meta hverjir eiga að keyra og hverjir ekki að keyra. Þannig að það þurfi ekki endilega að fara út á vegi og keyra nema í vafa þegar eitthvað vafi Nú Kanadamenn, þeir eru búin að vinna heilmikla vinnu líka og þeir eru búin að búa til bækling sem í raun og veru fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem heitir bara Driving and Dementia Toolkit. Og hann ansi góður og þeir eru líka búin að búa til bækling fyrir í raun og veru bara aldraða. Hvenær átt að hægt að keyra. Þið sjáum við náttúrulega ekki hérna hægra megin kannski nógu vel, en þetta svona gátlisti skimunarpróf fyrir heilabilun og akstur, hugsað fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Og þarna til dæmis tekið fram, og þetta sem sagt bara almenna reglan í allavega öldrunarlækningum, að þeir sem greinast með framheilabilun og Lewy body, þeir mega ekki keyra. Það getur verið erfitt að stoppa þessa einstaklinga. Þetta eru akkurat sömu einstaklingar og hafa ekki innsæi, sérstaklega framheilabilaðir, í það að þeir megi ekki keyra. Nú það verið að skoða svona almenna líkamlega færni og til daglegs lífs. Hefur fjölskyldan áhyggjur? Það barnabarnaspurningin eins og það sem við Arna hefum notað. Og þá kannski spyrjum við sem sagt viðkomandi sem við erum með í mati á heilabilun, myndirðu senda pabba til þess að skutla börnunum á leikskólann? Og svarið kemur kannski, nei, það myndi ég nú aldrei gera. Og það sýnir sig að það mjög gott korrelans þarna milli þess að þú svarir þessu játandi
og þú eigir ekki að keyra, en svarar þessu neitandi þá geti það samt þýtt að þú eigir ekki að keyra. Nú mikill líkamlegur frumleiki, eru sjónsviðstruflanir, ekki bara hvort þú sért með nærsýni, fjarsýni, heldur vantar eitthvað í sjónsviði hjá þau líka, það gríðarlega mikilvægt. Saga áfengisneyslu, það kemur ekki fram í íslenska, til dæmis vottorðinu neitt það, en þetta bara skimun. Lyf og til dæmis þá Parkinson-lyf, benzodiazepín sem valiumlyf og svo aðrist önnur sterk geðlyf og svo fleiri lyf. Og þeir ráðleggja líka þegar að vera að skima heilabilun og akstur, það sé gert þessi próf Trails A og B og skoðu tímalengd á þeim. Það er svo kallar reglustykupróf sem svona, hvað kallast þetta, heitir hérna, viðbragðsflýtir, og svo hvort þú hefur gott innsæi. Og það koma alls konar spurningar. Nú síðan þegar búið þá að skima þarna hjá þeim í Kanada, þá kemur niðurstaða og ef það talið, þú ert komið með byrjandi heilabilun. Og ef það talið að þú sett öruggt að þú haldir áfram að keyra, sem getur alveg verið í heilabilun í 1, 2, kannski 3 ári mesta lagi, að þá samt endurmat eftir 6-12 mánuði. Ef það ekki talið öruggt að halda áfram, þá það tilkynnt, eins og í okkar tilfelli verið það þá sýslumaður. Ef að niðurstaðan óviss, þá talið að það sé nauðsynlegt að fara í mat hjá sérhæfðu heilabilunarteymi. Nú, hverjir það í þessu ökumatsteymi sak? Nú erum við komin þangað. Hvað ætlum við að gera? Við erum bara búin að vera sýna ykkur hvernig staðan hver lagalega hliðin hvað aðrir gera. En hvað ætlum við að gera? Það allavega alveg á hreinu, það ekki neitt formlegt teymi til á landinu. Og við erum lengi búin að ganga með þetta í maganum og það verði að gera eitthvað í sig. Við erum búin að vera að vinna þessa vinnu svona óformlega. Ég búin að vera að senda á Örnu, skólstæðinga mína, sem ég tel að ég ekki að keyra, en skítrættum að ef ég segjum að ég með ekki keyra eða reyna að semja við það, þá fara þeir í fílu við mig. Þá hef ég sendt það á Örnu, sendt það til Sigrúnar, við erum verið að vinna þetta saman. Þannig okkur fannst bara nauðsynlegt að gera þetta formlega. Og við ætlum að meta tilvísanir sem til okkar koma og ég fer yfir þá eftir hvernig þær þurfa að vera. Og við erum öldrunarlæknar, sálfræðingar og iðjuþjálfi og svo munum við kalla til aðra fagstéttir eftir þörfum. Til dæmis eins og sjúkraþjálfara, jafnvel taugalækni, augnlækna og aðra. Nú, við getum eins og staðan núna, við ætlum að byrja á því að taka við tilvísunum ef að grunur að sé einhver áunnin vitrænsskerðing sem trufli taugasjúkdómar eða hár aldur. Við ætlum að byrja þar og að þetta skerðist aksturshæfni. Við tökum við tilvísun frá læknum á upptökusvæði SAK, sem ansi stórt svæði, ætli sé ekki tæplega 50.000 manns. Eða beint frá sýslumanni eða lögreglu. Nú, hvað viljum við fá fram í tilvísunni frá læknum? Þetta á ekki við sýslumann og lögreglu. Þeir geta bara vísa beint til okkur að grunur að einhver eigi hægt að keyra. Ef koma einhverju slísi eða öðru þar sem finnst að viðkomandi sé nú eitthvað dularfullt við aksturinn. Eða kemst alla inn í bílinn sína þegar hann svo hrumur. Nú, þá viljum við fá bara svona almenna sjúkra- og heilsufarssögu og hvort það einhver minniskerðing og sjón viljum við að sé búið að meta. Það þessir hörnunarsjúkdómar, gigt, kæfisvefn, það þarf að útiloka það. Einhverjir geðsjúkdómar, hjartasjúkdómar, sykursýki, hefur viðkomandi sögum óráð. Það hefur sýnt sig að ef það endurtekið óráð þá á viðkomandi raun og ekki að keyra. Hvort það sé einhver áfengis eða lyfja eða fíkniefnaneysla, breyting á svona færni daglegs lífs búið að gera. Við viljum að það sé gert mat, frummat, áður en að vísa það á okkur, því að sjálfsögðu það náttúrulega líka heilsugæslulæknanna. Við ætlum ekki að fara að gera alla vinnuna. Heilsugæslulæknarnir þurfa líka að leggja mat sjálfir og ef það alveg borðleggjandi í þessu mati að viðkomandi á ekki að keyra, þá á sjálfsögðu að reyna að ræða það við viðkomandi. Og ef hann tekur illa í það hins vegar, þá kannski eðlilegra að senda hann áfram til okkar. Svo viljum við fá lyfjalista og það sé búið að gera sjón og sjónsviðspróf, því við gerum það ekki. Nú, ég sagði ykkur áðan, það var ég kannski stökk yfir það þarna áðan, að í Kanada-skimlistanum til dæmis þessi það sem kallast visual-spatial truflanir og þar talið, það svona sjónræn úrvinnsla. Og þar eru 2 próf sem standa upp úr sem nokkur næm þegar kemur að meta akstur. Og það eru 5 hyrningarnir á þessu MMSE-prófi sem við leggjum fyrir og klukkupróf. Þessa konu hitti ég, þetta kona sem rúmlega 70. Ég hitti hana á lyflækningadeildinni í nóvember og hún kom inn í innstillingu á lyfjum vegna Parkinson sjúkdóms og hún var alltaf að týnast. Hún fannst fram á göngudeild og inn á röntgen og hún vissi ekkert hvað hún var eða hvað hún var að gera. Ég var beðin að hitta hana
og ég rétt bara hitt hana og gerði nú ekki mat á henni þá, en spurði hana hvort hún væri að keyra. Hún sagði, nei, ég er nýhætt. Ég hitt hana núna fyrir hálfu mánuði og lagði þá fyrir hana próf og hún fékk 17 stig á MMS-E-prófi og þetta eru fimmyrningarnir hennar. Þið sjáu það að hún nær nú ekki að láta það á skarast og það bara vantar, hún virðist ekki átta sig á miðjuhlutanum, hún fer bara eftir ytri línunum. Og þetta er klukkuprófið hennar. Og klukkuprófið það próf, ef þau tekur eitthvað eitt próf sem gott skimunarpróf fyrir byrjandi minnistruflunum, þá það klukkupróf og sérstaklega gagnvart akstri. Og þetta eru Danirnir búin að sjá og þess vegna setja þeir að það eigi að gera klukkupróf á öllum 70 ára og eldri sem eru endurnýja ökuskírteini. Þetta er afskaplega einfalt próf, það bara hringur og þú byrjum að setja tölustafina inn í hringinn, henda líf þess að klukka. Og það eru ákveðnir þættir þar sem við fylgjumst með. Þessi kona er klárlega með einhverja truflun á úrvinnslu og hún er ekki einu sinni með tölustafina í réttri röð. Hún hætti að keyra í nóvember. Ég hefði ekki viljað mæta henni á þjóðvegum landsins þá. Það eru engar líkur á þessi kona sé á réttum stað á veginum. Nú, hvernig ætlum við að hafa þessa frumskimun? Nú, við vonumst til að verði búið að skima allavega í heilsugæslu, leggja fyrir ákveðin próf sem við vorum að fara yfir áðan, en að sjálfsögðu lögreglan ekki að gera MMS-E-próf og klukkupróf á fólki. Þannig við tökum við þessu áður segir tilvísinu frá þessum hópum og við ætlum að gera svona frumskimun sem við reiknum þá með að gera til að byrja með og ef það kemur merki alvarlega heilabilun sem þá MMS-E komið undir 18, þetta byggt á sænskri fyrirmynd. Og viðkomandi klárar ekki klukkupróf, þá á hann ekki að keyra og það verði tilkynnt sýslumanni. Sýslumaður sér síðan framkvæmdina því að láta viðkomandi hætta akstri ekki við. Við að sjálfsögðu tilkynnum það megi ekki keyra og að við tilkynnum það til sýslumanns. Nú, ef að erum að ræða svona aðeins vægari heilabilun og viðkomandi hangir hérna kringum 20 stig, upp í 24, 18 kannski, klárar ekki klukkupróf og það vafi, þá fer hann í sérhæft mat hjá teyminu. Og mögulega fær hann ekki AK eftir það. Ef hann fær AK, þá sér þetta sama teymi endurmat og það þá bara matteymisins, við fundum eftir allt mat sem við höfum gert og það verður þá matteymisins hvort að það innan 6 eða 12 mánaða og þá þurfum við að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að framkvæma það þannig að aðrir læknar endurnýja ekki ökuskírteini í millitíðinni. Það ekkert sem segir það að aðrir geti ekki endurnýja ökuskírteini í millitíðinni. Nú það væg vitransskerðing yfir 24 MMS-E og klárar klukkupróf og sjón og hreyfifærni í lagi, dómgreind virðist í lagi, þá ekki víst við gerum frekara mat en endurmat eftir 6-12 mánuði. En það á að vera með mjög þétt endurmat á öllum sem fá heilabilunargreiningu. Þeir sem fá greininguna framheilaboddi eða lúiboddi eiga að hætta akstur strax. Og þá þarf einnig að tilkynna það sýslumanni. Nú, við það sem við gerum í þessu frekara prófi að öldrunarlæknir hittir viðkomandi og metur. Við mögulega gerum einhverjar rannsóknir, jafnvel mynd af heila, blóðprufur, yfirþjálfi metur færni og viðbragðsflýti og það verður gert taugasálfræðilegt mat á vitrænni getu og svo eftir þörfum að okkar mati, mat frá öðrum læknum, sjúkraþjálfara, ökukennara, þá jafnvel mat á vegum úti með Lindu ökukennara og svo þá félagsráðgjafa sem kannski þarf að koma að því að viðkomandi þarf að hætta að keyra, hvaða lausnir eru þá fyrir hann. Sigrún, gjörðu vel. Sigrún heiti ég, sálfræðingur og sinni taugasálfræðilega matinu í teyminu og hef verið í þessum hópi. Það sem við erum að meta í raun og veru bara í takt við það færni sem skerðist þegar þú ert að fá heilabilunargreiningu og ég ætla nú kannski ekki að dvelja við þetta. En varðandi minnið að þá erum við að horfa fyrst og fremst á minni á sjónrænar upplýsingar. Við erum ekki að meta svo mikið minni á talað mál, því það skiptir kannski ekki alveg eins miklu máli þegar þú keyrir. Þannig að við getum þar að leiðandi svolítið klæðskera sniðið matið að einhverju leyti og stytt tímann sem það tekur. Því þarna viljum við reyna að ná sem flestum upplýsingum, ítarlegustum upplýsingum á sem stystum tíma. En þetta það sem við erum að horfa til og í takt við raun og þessa færni sem skerðist hjá okkur bæði með auknum aldri og svo þá heilabilunargreiningum. Nú, val á prófum og við höfum heilan frumskóð af alls konar prófum og matstækjum og
við höfum lagt mikla áherslu á í hönnun þessara verklags að vinna út frá raunprófum gögnum. Þannig að það sem við höfum gert að kynna okkur rannsóknir og prófin sem ég nota eru þá með eins góðan evidens og hægt að hafa í rannsóknargrunnum. Ég horfi á og við í öllu okkar mati horfum á góða próffræðilega eiginleika sem þá eins og áreiðanleiki og réttmæti, prófið að meta það sem á að vera að meta og svo framvegis, næmi, sértækni, síðan alltaf ákveðin svona hætta á ofgreiningum eða vangreiningum og þá þarf maður að finna svolítið svona rétta viðmiði. Hvað tala nú réttust til þess að sýna okkur það að þeir segi keyra eða ekki keyra, eða þessi færni sé skert eða ekki skert. Og í þessum prófunum þá miðum við ákveðin svona viðmið, daglegu tali köllum við þetta norm. Og vandinn okkar hérna litla Íslandi nú eiginlega sá að við höfum ekkert ægilega mikið af góðum viðmiðum fyrir íslenskt þýði, eða fyrir íslenskan hóp. Við sátum ráðstefnu í Oslo í september og komumst að því að vandinn var eiginlega líka til staðar á Norðurlöndunum. Þannig að það hafa verið reynt samnorræn norm fyrir mikið á þessum prófum en þau eru svona falskt jákvæð, þannig að þau gefa ekki alveg nægilega góða mynd, þannig að þarna stöndum við frammi fyrir ákveðnum vanda. En með því að reyna að nota þau norm sem hafa kannski komið hvað best út í rannsóknum og þá miðað við þessa færni þetta sem við erum að meta, náum við kannski svona réttmætastari niðurstöðu eða áreiðanlegastari niðurstöðu. Í viðmiðum tekið mið af kyni, aldri, menntun og svo framvegis. Frávik skor undir 1,5 staðalfráviki frá meðaltali og því lengra sem er komin frá í raun og meðaltali því skertari færni. Þannig að við erum að sjá stundum fólk sem kannski komið 3-4 staðalfrávik frá meðaltali og í þá færni eins og sjónrænni úrvinnslu eða einhverju slíku, eða viðbragðsflýti og þá segir þessi nú eiginlega sjálft að fólk á ekki að vera að sinna svona mjög gríðarlega flókinni færni eða hegðun eins og keyra. Þannig að við horfum á frávikið 1,5 staðalfrávik og ef kannski þú ert með 1,5 staðalfrávik á einu prófi þá þetta mögulega og allt annað gott, þá mögulega erum við að horfa á endurmat eftir 6 mánuði þar. Klínískt mat alltaf hluti af þessari niðurstöðu. Í raun og veru hugsum við þetta svolítið þannig, við erum að reyna að finna sem bestu matstækin til þess að ná góðum svörum varðandi þennan þátt og svo erum við að púsla þessar niðurstöður saman og náum einhvers konar niðurstöðu áliti. Þannig að það alltaf hluti af þessu mati okkar klínískt mat. Og verður. Ragnheiður búin að tala MMC-prófið og þið þekkið nú eflaust mörg. Þetta algengasta skimunarprófið, gefur vísbendingar heilabilun en ekki í raun og veru sterkt til mismunagreiningar á hvort þú sést með Alzheimer sjúkdóm til dæmis eða heilaæðasjúkdóm. Þetta tekur stuttan tíma í fyrirlögn og 5 hyrningarnir sem Ragnheiður sýndi ykkur myndina verið úr þessu prófi. Þetta mjög mikið rannsakað próf og hefur góða próffræðilega eiginleika í þeim tilgangi að skima. Það metur áttun, tafarlaust minni, athygli, reikningsgetu, seinkað minni, málstarf og skrift, sjónræna úrvinnslu með því að teikna þessu 5 hyrningarna. Þarna erum við að fá svona sýtlítakverja á mjög stuttum tíma. Ég ætla ekki kannski endilega að fara í uppbyggingu prófsins og það svona ákveðin heiður að tala síðasta svona fyrirlestri og vera að tala taugasálfræði, þá sofna bara allir, þannig að ég ætla nú ekkert að missa mig í því. En eins og Ragnheiður búin að fara inn á sýndi ykkur áðan á myndinni, erum við að fara eftir því hvað skorin segja okkur skerðingum. Það algengt að sem miða við 24 stig og MMC sem svona kött og fyrir vanda, fyrir vægri heilabilun. Hins vegar sýna sumar rannsóknir 26 stig og það svona, íslenskar rannsóknir hafa aðeins sýnt okkur að við erum að koma pínlítið betur út af MMC heldur en aðrir viðmunahópar. Þannig við þurfum svona að hafa ýmislegt í huga.
Klukkuprófið sem Ragnheiður talaði líka er skimunarpróf líka. Þetta er ekki djúptaugasálfræðilegt próf en það metur hins vegar mjög mikið á stuttum tíma, alveg eins og MSC. Það metur raun og veru sjónræna rýmdarskynjun, stýringu, minni, skipulagsgetu, málskilning, gaumstól, hægri, vinstri, rugling og hjakk. Og það er alveg ótrúlega flott að geta séð svona mikið af vísbendingum á svona stuttum tíma. Saman vinna þessi próf mjög vel og það er þess vegna sem við setjum það sem forsendu fyrir tilvísun að þau gefa okkur 95% rétta eða eins rétt og mögulega hægt er niðurstöðu ef þau eru notuð saman. Þannig að þetta ætti að vera auðvelt að leggja fyrir og sjá þá þó nokkuð skýrar vísbendingar. Það sem ég geri síðan í framhaldi þegar fólk kemur inn á borð til mín, ég er sjaldan að leggja fyrir MSC, það er yfirleitt búið í skimun. Ég legg alltaf fyrir klukkuprófi og legg fyrir þessi próf. Við erum að tala mjög skemmtilega mynd, þarna er myndina sem flestir fá ákveðinn kvíða yfir að þurfa að teikna, hún er mjög snúin og flókin, hún er til bæði í flókinni útfærslu og einfaldri. Og þegar við erum að skora þetta þá er alveg skýr skoruna viðmið og ég er með reglustrikun að mæla fer þetta strika 1 millimetri eða 2 frá og svo framvegis. Strúktprófið bæði metur lestrarfærni, hraða, litblindu, getur gefið vísbendingar litblindu og stýrifærni og sérstaklega stýrifærni sem tengist hömlun viðbragða og er svona með tengslu athygli líka. Talnaraðir metur í raun og veru vinnslu minni, talnatákn, metur sjónræna úrvinnslu. Þessi 2 próf eru úr greindaprófinu VICE. Slóðapróf A og B hafa í raun og veru hvað mesta fylgni í rannsóknum við aksturshæfni og ég legg þau alltaf fyrir. Þau eru að meta annars vegar hraða, viðbragðshraða og síðan stýrifærni, þú ert að hafa fleiri en eitt í huga í einu. Við metum náttúrulega alltaf áttun, hversu áttaður er einstaklingurinn á stað og stund og það sem við viljum auðvitað skoða líka er mat á líðan. Því að við vitum það að ef það er mikil streita, mikið álag hjá einstaklingi að þá svona skrúast bara þessi fínu kerfi í heilanum niður og við hugsum kannski ekki eins skarpt þegar við erum undir miklu álagi líður illa. Þannig að þetta er svona rétt yfirlit, ef það er grunur eitthvað ákveðið þá erum við með önnur próf til viðbótar. Niðurstaðan okkar er þá svolítið þessi að við erum að stofna þetta teymi, við stefnum að því að funda 1 sinni til 2 sinni í mánuði til að fara yfir niðurstöðu prófana þar sem er þá metið hvort ástæða er til, ökumats á vegum úti, ef einstaklingur er metinn fær að halda áfram akstri en er með vitrunnarskerðingu og endurmat hjá teyminu eftir 6 til 12 mánuði. Og ef einstaklingur er með heilabilun þá er það tilkynning til sýslumanns eins og hefur komið fram og þá í raun og framhaldi umsókn félagsþjónustu eða annan stuðning. Við erum svona velt fyrir okkur og erum að ræða þetta með hvar ætlum við að skrá þetta hér eins og í sjúkraskrárkerfinu og ég ætla svo sem ekki að tjá mig eitthvað stórt það, við getum kannski átt umræður það. Nú, hérna er svo vinkona okkar sem við erum búin að vera að ræða í dag, þannig að takk fyrir. Takk fyrir. Spurninga þið eru semst eini formlegi hópurinn á landinu sem er með svona mat. Já. Já, ég er ekki á móti í gamli fólk. Ég get ekki kæra út af hele tiden bara hvaða plan B hérna. Loneliness í gamli fólk er stór mál núna í Bandaríkjunum eins og þið lesa og okkur svæði við komum bara á menntaskólann og framhaldsskólann. Við sjáum hvað margir fólk hefa þá, gæsalegt þá fyrir bí. Hvað er ferðaþjónustu hérna góður? Ég bara spurði. Og hérna er af því ég er búin að heyra svo mikið ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk og mikið skandal í Reykjavík. Því þetta stoppa fólk að gera. Hvað er að gera með þessi fólk? Segir við þeim að þeim bara að fara heim í húsina. Hvað er að gera til að vesla í? Það kostar 2 milljónir að reka bíl á ári. Við getum tekið leigubíl í 50 vikur. Það er ferli þjónustu sem við sækjum alltaf bjóðum alltaf að sækja.
Ferliþjónusta, já. Sko, það bara það þarf náttúrulega að hringja með fyrirvara, kannski daginn áður og segja, eða þú getur lagt inn pöntun þannig að þú fyrir sjúkraþjálfun 2 sinnum í viku. Og þetta kannski 2 spurningar, svo náttúrulega líka félagsleg einangrun og einmanaleiki sem auðvitað stórt vandamál, við komum svo sem ekki inn á það. En það sem þarf náttúrulega líka bara almennt meira meiri virkni eins og dagþjálfun fyrir eldra fólk. Ferðaþjónusta ókeypis? Nei, hún ekki ókeypis, en það mun ódýrara að nýta hana heldur en að reka bíl. En ég með einmitt eitt dæmi bara daginn var ég að ræða við konu sem var búin að ákveða sjálf að hætta að keyra og hún var tiltölulega hress, þannig að ég var forvitnast af hverju hún hafi ákveðið að hætta að keyra. Og þá sagði hún bara, hún hafi einmitt frétt af þessu að vinur sinni hafi lent í því að stíga óvart á bensíni í stað fyrir bremsuna og keyrði á konu, þetta var fyrir sunnan. Þannig að hún ákveði að hætta að keyra og ég fór að spyrja hana, hvað ertu þá eitthvað búin að minnka að fara eitthvað að gera eitthvað? Nei, aldeilis ekki. Hún búin að halda nótum leigubílaakstur í 2 ár. Alveg allt sem hún fór og hún sagði ég kem út í plús, það bara þannig, með það að reka bíl og borga tryggingar og bensín og allt þetta. Hún sagði kannski stundum maður ekki að fara alveg eins mikið eins og maður ætti í bíl, en þetta bara öruggara fyrir mig, sagði hún, ég hef bara einkabílstjóra. Þannig að þetta alveg leiða að taka leigubíl og losna við heimilisbílinn. Pabbi minn 92 ára, hann mjög hress með aldur og ég held að þessi 2 í lífinu sem alveg að horfa á sjónvarpið og fara út að keyra. Hann var stærður upp í bíl og ég bara bíl þeim degi þegar hann ekki getur keyrt meira og heldur bara hans lífi minni út. Hann ekki búin að hann sækir ekki í félagsskap, hann sé út að keyra einn og þegar það verður frá tekið þá ég bara velta fyrir mig saman eins og Nick bara að segja maður sér það líka á sérstaklega mönnum sem gamlu mönnum líka leðir að taka frá bílprófi. Bæði og. Ég hef nú áður staðið og rætt umræður varðandi óskir fólks við lífslok. Þetta ekki alltaf svona erfitt. Og bara að tala hlutina leysir stundum mikið af þessum vandamálum. En við verðum svo líka bara að maður verður að draga skynsamlegar ályktanir í rauninni og við getum ekki trömpin á þetta Lausnin við mass shootings í Bandaríkjunum ekki að vopna kennara og það í rauninni misskilin góðsemd eða hvað ég að segja að horfa til áfallalaus aksturs í 60 ári sem ég var að segja að fara sér frá því að taka upp þetta mál og ræða við fólk, við þurfum að gera það allir læknar og ég vildi nú líka bendi fyrir það með því að segja frá viðauka 3 sem svona mikill að nú þegar hvíla í rauninni þessar skyldur á okkur. Það ekki bara vottorðið. Já, takk fyrir Vilhelm. Ég fór að hugsa alla þá sem að nota lyf með róandi verknum, sterk verkjalyf, ýmis taugalyf og ýmis geðlyf. Hvaða skoðun þið hafið á því og akstri af því ég sagði við tækjum alla þá út af götunum þannig að leysa umhverfandan í eins og Árni, eins og ég sagði áðan, þá ætlum við að byrja með þarna að draga þessi mörk með þessi byrjandi vitræn skerðing, hár aldur eða einhverju taugahrörnunarsjúkdómar. En að sjálfsögðu geðraskanir og verkjalyfjanotkun og allt þetta eitthvað sem að við munum að skoða ef það kemur inn á okkar borð, hvort það sé ástæða til þess að meta. En þá þurfum við kannski að leita til líka ykkar, geðlækna eða annarra lækna með mat, sérstakt mat. Þú þarft að vera andlega hæfur til þess að aka og það spurning hvar á að draga þá línu, hvað þýðir það þú sért andlega hæfur? Sterk verkjalyf að sjálfsögðu líka vandamál, en það alltaf líka vandamál þeirra sem ávísa verkjalyfjana. Að taka það fram í viðkomandi hann eigi ekki að aka bifreið. Þannig að þetta bara, við erum að fara bara inn í djúpt kannski svarthol með það hvar endum við við vitum það bara ekki. Kannski bara eina athugsun, við erum ekki loka instansi. Nei. Við bara setjum fram okkar álit á skynsamlega viti, byggt á gögnum og rannsóknum, síðan þeir í sýslum að taka ákvörðun. Skiljiði, þetta samvinna og við þurfum ekki að Albersson. Já, það nú svo mikið tvískinningur í þessari umræðu að það hófa að vera nóg. Ég vil nú leyfa mér að konfrontera kolleganum aðeins sem að það komið fram að sumum finnst að fólk eigi að fá að gera hlutina af því að þið líður vel og við erum að taka eitthvað frá þeim.
Mín skoðun sú að fólk á ekki að gera eitthvað sem það getur ekki gert. Bara af því að því líður vel með það. Það nú eins og þannig að það gilda einhverjum ástæðum gilda önnur lög sem sagt akstur bíla heldur en akstur flugvéla og stjórnum skipa. Ef þú ert á trill og strandar á skeri, það fyrsta sem við getum tekið í ítarlega yfirheyrslu, það haldin sjópróf og þú ferð ekki að halda áfram þegar þú búin að fá leyfi til þess þegar skýrslan er komin. Ef ég er einn á einkaflugvél og mér hlettist á í lendingu, og við sloppum við hingað til allavega, þá er ég grándaður. Og vinur minn, hann er grándaður núna því að hann hlettist á í lendingu. Hann fær ekkert prófið fyrir samgöngunefnd, rannsóknarnefnd flugslysa að koma á staðinn. Hún ætti að gefa út skýrslu. Þegar svona smáatriði gerast, þá er þetta tekið rosalega alvarlegur tökum. Og þessi skýrsla getur tekið áfram þegar hún kemur. Þannig að þetta er tölvöld. Það voru að leina fyrir þennan mann því hann er svo gaman að fljúga, vera grándaður út af þessu. Hann er ekki hættulegur neinum nema sjálfur sér einn á flugvél að lenda á vellimstað út á landi. Móðir mín, sem kom á níræðisaldur, keyrði þvert inn á Þórunnarstræti hérna fyrir ekki löngu síðan, fyrir alla umferðina og löggan spurði hana nokkura spurningar, haldið að hún hafi verið gránduð eða verið komið að rannsóknarnefnd samgönguslysa hafi komið. Nei, það fyrsta sem er gert henni boðin bílaleigubíl. Svo hún geti haldið áfram að keyra. Það gildir sem aðra reglur áframverð þetta skuli vera. Krakkarnir sem eru að taka ökumprófið í bæ, flestir hérna í bænum krakkar eru hræddir í fyrsta prófi. Af því að það er yfirleitt að þau gleyma að gefa sér eitt stefnuljós niður á eyri einhvers staðar. Kröfurnar eru svona harðar. Svo kemur gamla fólkið og það er eins og því sé leitt allt út í rauðan dauða. Það er þetta fólk sem er hættulegt út á vegu. Ég vil bara leyfa mér að segja því ég veit að þið berið hag þessa gamla fólks fyrir brjósti, þið vilja að þið geti keyrt eins lengi og það vill bara því þið líður vel með að það vera að taka frá því eitthvað í lífinu og svo framvegis. En þetta fólk er alveg stór hættulegt. Það er allt of mikið á gömlu fólki að keyra út á vegunum í dag heldur en á að vera að keyra. Og við vitum það öll. Bara einhvern veginn við viljum ekki taka á þessu, svo er það að taka á þessu að setja einhverju í nefnd og þegar að setja einhverju reglur sem framvegis, þar hefum að draga mörkin og svona. Það kom hérna fram í flæði sem við vorum með hérna áðan að einhver sem að klárar ekki, sem er komið með vitrænarskerðingu og klárar ekki klukkupróf, hann á samt að fá að halda honum að keyra. Nei, það á að meta hann. Það á að meta hann frekar. Jú, hann fer í mat. En út úr því mati getur komið að hann megi keyra á. Nei, sennilega ekki sko. Það er mjög líklegt að koma ekki. Þú þarfst að vinna málið. Við þurfum kannski líka að vinna þetta út í samfélaginu. Ég held reyndar að við sem býsna sammála náttúrulega öllum því sem voru sagðir, sem að hér stendur. Við ætlum bara að bjóða þér með í vinnuhópinn. Ef að þið eru að byrjast það á mér, sko, að taka það er til okkur og þú komist og heyrir það að ég sem er vitræna skerðing og klára ekki klukkupróf. Nei, þetta er flott við að Sigurður, við ætlum bara hér með að bjóða þér með í vinnuhópinn. En hérna, hér stend, þú sér þeim svo að ræða við fólkið. Hérna. Já, þetta er samt alveg rétt hjá þér, það stendur. Já. Nei, en við ætlum í raun og veru að gera þetta áður en það fyrir bílpróf. En það er rétt hjá þér og bara góð ábending, það stendur og klárar ekki klukkupróf, að þá sé sérhæft matteymis. Heilabílur klárar ekki klukkupróf, hann gæti haldið áfram að keyra. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. En hérna, þetta er bara góð ábending og við tökum þetta til endurskoðunar, þennan feril. Það er nú alveg hljómur með það, ef þú ert með kannski, segjum greinist með Alzheimer-sjúkdóm til dæmis snemma og hefur mjög fína færni, hefur leitað þér aðstoðar mjög snemma, hefur fína færni og klárar þessi próf, að þá eru ökuréttindi oft ekki tekin af fólki, ef það, eins og ég segi, kemur vel út úr nálara mati og akstursmati. Það er tíminn alveg þessu frá okkur, þessu nokkuð ekki bara að nota okkur, hefur lögur sitt þess að þeir lögur kannski einn leiður eftir leiður. Ég held þessu alltaf að þrýða það. Þannig að, sko, er þetta eitthvað sem þið sjáu líkið, er þetta eitthvað sem verður ykkur áhugjum og þið njótuð og sjáu þetta daglega starf? Já, við sem að gerum það og við erum alltaf gott starf samstarfið lækna í þessum tilfellum, við erum alltaf sögum okkur upplýsingar við fáum tilkynningar annað andra fólk sem er í einhverjum andra niður. Við erum mjög oft leitað til lækna
og í framhaldi hefur ekki verið endurnýjað uppdráttur á viðkomandi aðeins. Þetta mjög þekkt hjá okkur og við þáttum þessari vinnu sem er í gangi. Þannig að þið hafið samið við lækni ef þið finnir mig upp á umferðarvinnum og ég veit ekki hvaðan ég að koma eða hvert ég að fara og það ekki fullur og þá hafið þið leyfi til þess að tala við lækni eða tilfinna þetta. Við bara komum okkur á öðrum og sem okkar mat að viðkomandi sé ekki hæfur til aksturs. En það enda til yngri ökkur líka sem Við höfum fengið beiðnir frá lögreglu gegnum Sigurð, hann stakk nú af hérna en hann hefur fengið beiðnir, Sigurður framkvæmdastjóri lækninga og við Arna höfum verið að meta þá einstaklinga. En það er ein spurning til ykkar, ef að þið sjáu svona einstakling, biðjið þið hann að hætta akstri þangað til að búið að gera læknisfræðilegt mat eða hvernig hafið þið unnið það? Við bara metum hvert fyrir sig og svona, hvernig oft á vaktlækni til að meta. Það er vaktlækni þá, já. Það er náttúrulega eitt af þessu Þú veist, ef að lögreglan kemur að einhverjum sem finnst ekki vera AK aldrei að vil senda okkur, við vitum ekki hvað biðin verður löng, þannig að það er svona eitt af spurningunum á að stoppa hann í millitíðinni. Þetta er mjög efni og margar hendur ofti Jón voru að bíða með lengi, það síðast að koma til. Það er beinur framhald að þessu, það er þessi tilmæli til fólks að keyra ekki. En fólki er með sitt ökuskírteini í vasanum. Og í Svíþjóð skilst mér að það sé central stofnun eða nefnd sem getur hafnað eða tekið ökuskírteini af fólki. Þannig ef algengt þegar fólk er að fá kramp og annað, það er vinsamleg tilmæli, þú ert ekki að keyra bíl í 6 mánuði. Ég hef með ökuskírteini áfram í vasanum. Þannig að er ég ekki bara í fullri rétt að keyra meðan því ég með þetta skírteini í vasanum. Og þetta gildir marga sjúkdóma og er alltaf að koma upp. Þú ættir ekki keyra núna í einhver tíma. En þá ætti eiginlega að vera þannig fyrirkomin að fólk ætti að skila inn skírteininu til einhverju stofnunum. Þetta er bara ekki alveg augljóst. Við ræddum til dæmis við Sigur, hvernig getum við skráð þetta þannig að þetta sé sýnilegt öðrum læknum, til dæmis okkar mat eða mat einhvers læknis. Og ég verði viðurkenna í svona tilvikum, þegar ég hef verið miklu vafa, þá hef ég sett inn viðvörun undir aðra viðvörun í snjókorni. En ég er ekki viss að fólk pikki það upp, aðrir læknar pikki það upp. En svo ef að mitt álit, jafnvel bara eftir göngudeildar heimsókn er það að viðkomandi eigi ekki endurnýjunargrundi, þá sendi ég það eða eigi ekki keyra. Sendi ég bara stutt bréf, mjög stutt bréf, af því að svona meginregla að votta ekki eitthvað nema einstaklingur sem samþykkur með vottara og það er nú yfirleitt ekki varðandi þessu atriði. En að maður sendir samkvæmt mínu læknisfræðilega mati á viðkomandi ekki að aka eða endurnýja ökuréttinn, þá er það rauninni í höndum sýslumanns og lögreglu. Við getum ekki tekið af fólki ökuskírteinin eða stoppað það í ekstra annan. Það er bara eins og í flugi, einkaflugi við öllu flugi, ef viðkomandi veikist eða eitthvað kemur upp og hann er ekki talin hæfur til flugs, tímabundið, þá er hann að skila sínu flug. Það er heilbrigðisskírteini. Þetta er alltaf bara galli í íslenskum lögum kannski og kerfinu. En kannski koma nánari leiðbeiningar núna frá Samgöngustofu hjá þeim sem er að vinna til dæmis af vottorðinu sem að verði þá íslenskt. Það er fróðlegt. Já, við getum örugglega að svara spurningum í allan dag. Það er bara mjög flott stelpur. Já, takk. Já, það er svo senda líki mögulega á þetta. Þessi landlækni og Samgöngustofu, við erum búin að vera í samræðu.